Já, komið sæl. Hún ætlar nú ekki alveg að sleppa tökunum laginn sem að hefur valdið vonskuveðrinu hjá okkur undanfarna daga og það verður því áfram hvöss norðanátt á morgun en síðan annað kvöld að þá fer nú að draga úr vindi og á sunnudeginum og þá fer nú svona laginn að verða úr sögunni en síðan á mánudaginn þá á nú að myndast hérna grunnlagða á Grænlandshafi og ef að spá rætast að þá mun hún koma hérna inn á vestanvert landið á þriðjudaginn með snjókomu. En á hitasviðinu þá sjáum við að kalda loftið er nú að taka öll völdin og það verður því kólnandi veður hjá okkur næstu daga og má gera ráð fyrir að frostið herði svona hægt og rólega og gæti orðið alveg 5 til 10 stig svona þegar kemur fram yfir helgi. En í fyrramálið þá verður ennþá svona allhvöss eða hvöss norðanátt á landinu. Það verður hríðarveður áfram norðaustanvert landið en svona nokkuð þurrt hérna sunnan til. Síðan þegar líður á kvöldið þá dregur nú talsvert úr vindinum og norðausturlandi verður þessi snjókoma orðin bara svona stöku él. Og á sunnudeginum að þá nú gert ráð fyrir því að norðanáttin verði nú ennþá svona við lýði hjá okkur en hún verður nú orðin mun hægari og það verður nú svona áfram einhver stöku él landið norðanvert en aftur á móti gert ráð fyrir því hérna sunnan til verði nú farið að létta til og sjást jafnvel eitthvað til sólar. Á mánudeginum aftur á móti að þá verður komin hæg breytileg átt landið vestanvert og sólin ætti þá ná að skína glatt bæði sunnan og vestanlands. Norðaustan til verður nú væntanlega áfram þungbúið og einhver smá él og það verður komið frost allt land og við komum til með að sjá frosttölur víða á bilinu 5 til 10 stig og jafnvel ennþá kaldara. Nú síðan á þriðjudeginum að þá kemur þessi smálað hérna inn á vestanvert landið og það ætti þó að snjóa hérna suðvestan til en aftur á móti verður nú loksins farið að létta til norðan og austanvert landið en það gæti orðið ansi kalt og frost komið niður fyrir 10 stig. Ef við lítum aðeins til Evrópu að þá nú svona þungbúið og úrkomusamt hérna í Skandinavíu, einnig lagið yfir Bretlandseyjum sem á austurleið og það nú reyndar þokkalegasta veður hérna miðbik álfunnar en á Balkanskaganum ætti að vera fínasta veður og þegar við komum til Grikklands að þá ætti sólin að skína og hitatölur eru svona kringum 11 stig. Á Ítalíu verður nokkuð úrkomusamt einkum sunnan til en á norður Ítalíu nú gert ráð fyrir að það ætti að vera þurrt og það gæti orðið nokkuð þungbúið. Ef við lítum aðeins á Íberíuskagana þá hæðasvæði hérna ráðandi og því hæglætisveður og hitatölur svona í kring milli 10 og 15 stig í Frakklandi, í Suður-Frakklandi ætti nú að vera þokkalegasta veður á morgun en það úrkomusvæði á leiðinni austur eftir og það verður því væntanlega rigning norðan til og síðan ætti nú að rigna í öllu Frakklandi á sunnudeginum. Nú ef við lítum aðeins til Kanaríeyja þá gert ráð fyrir því að þar verði skýjað með köflum og hámarkshitinn í kringum 21 stig. En á morgun hjá okkur verður áfram hvöss norðanátt og hríðarveður hérna norðaustan til en síðan þegar líður á daginn þá bæði dregur vindi og ofankomu. Segjum þetta gott að vera í kvöld. Verið sæl.